Þessu taka, veit ekki, 7-8 held ég, 8. Þessa vikuna ætla ég að búa til fyrir ykkur, fyrir mig og ef ykkur kemur í heimsókn bara núna, nei þá er það ábyggilega búið. Ég ætla að búa til fyrir mig og einhverja sem hérna í kringum mig beef, rib, kroketten eða sem sagt nautar rifjar krokettes. Ég veit ekkert hvað krokettes er á íslensku. Ég hef aldrei fengið þetta á Íslandi, en þetta er sem sagt drunna svipað og farkelsvanginn eða grísakinnandar sem við gerðum daginn. En ég ætla að nota grillað nautarif. Krokettin eru svona litlar kúlur búið að setja í brauð eða svona brauðmynnslu og djúpsteikt. Ég held að þetta væri geggjað til dæmis í eitthvað partí sem á að endast í dágóða stund. Fólk aðeins komið pínu í glas og tilbúið í eitthvað svona feitt í gogginn aðeins til þess að saturata alkóhólið. Þið þekkið þetta, ég þekki þetta allavega. Það sem þarf í þessa uppskrift, rifin, þau eru nauðsynleg. Nei, er ég ekki búinn að sulla út allt. Lárviðarlauf, pipar, hvítlaukur, kjötið er grillað, þetta er svona barbecue, reykt salt, breadcrumb eða paxo, egg, hveiti, kanil, stokk, chili, smjör og segjum hérna 1, 2, 3, 4 laukar. Hérna er ég með pínu bitran traditional blond bjór. Hann gæti verið svolítið góður með þessu. En við sjáum til, ég læt ykkur vita og svo segi ég ykkur hvernig mér líst á þetta. Við byrjum að skera smá lauk. 1, 2, 4. Svo er bara chili. Það er svo mikið kjöt að ég ætla bara að halda fræjunum í og allt saman. Það geta bara betra. Hérna er ég með 4 geira. Nú er hvítlaukurinn bara. Hvítlaukurinn fer hérna bara í. Það er bara kutta niður kjötið í smærri bita. Hefur verið vel grillað, það er nóg fitt í þessu þannig að þetta haldist saman. Kutta svona. Eins og ég segi, þá er hægt að nota hvaða kjöt sem er í þetta. Nú getum við bara að fara að elda. Náum upp ágætis þetta. Laugurinn er rosa góður í svona uppskriftir út í hann verður svo sætur. Ég ætla að setja strax út í 1 kanilstöng, 3 lárviðarlauf eða þess að steikja þetta með. Hendum út smá reyktu salti. En það er alveg hægt að nota bara venjulegt salt líka. Svo er bara laugurinn og hvítlaukurinn. Þetta er látið malla þannig að það kemur ágætis litur á laukinn þar að segja. Nú er að koma litur á þetta.
Og þá hægt að setja kjötið út á. Og þetta eitthvað kjöt sem ég grillaði í sumar og bara búið að liggja í frystinum að bíða eftir að vera notað. Og ég man ekkert hvernig það var kryddað, það var eitthvað slags barbecue, svona reykur, sætt og eitthvað. En það hægt að nota bara hvaða kjötafganga í svona croquettes og eiga bara í frystinum. Þá hægt að bera fram croquettes á fallegu fati og bjóða fólki. Það ekki verra. Því að setja stokk út í, bara nokkuð sterkan og góðan. Svo leifum við þess að ná suðinu upp aftur og þá hendum við bjórnum út í. Það var bara komið tími á bjórinn. Svo náum við bara upp suðinni, enn og aftur, loka á, svo bara beðið. Nú kjötið búið að malla svolítið og tökum smá af fitunni. Að búa til svona rú eða svona hveitibolta. Þá notum við bara þessa fitu. Ég ætla nú ekki að nota hana alla. Byrjum á þessu. Við viljum halda þessu alltaf á hitanum. Því við viljum elda úr hveitibragði. Þannig að það verði ekki bara svona hrátt hveitibragð. Og þetta notum við til þess að byggja sósuna. Við þurfum að ná ágætis þykkt í hana þannig að það sé hægt að búa til bollur úr því þegar þetta kalt. Þetta svona ágætis bolla hérna. Sumir nota gelatín í krokettin sín sem náttúrulega til hæfið þegar þú ert að búa til kannski osta krokets eða eitthvað svoleiðis en taka 6 eða 5. Short rib eða svona rif af belju, af nauti. Alveg ótrúlega gott sko. Þetta lítur ekkert of vel út, skal ég viðurkenna, en á morgun þá mun þetta verða ógurlega fallegt og skemmtilegt. Nú er ég búinn að bæta hálfum bjór í viðbót. Leyfum honum að malla þess á mjög lágum hita. Það komið nýr dagur. Þetta er 2 daga uppskrift. Lét setja pottinn inn í kæli yfir nótt til þess að kæla það niður þannig að þetta verði svona ágætlega svona förm. Og núna er það bara að fara að búa til bollurnar. Sjáu að það er svona fituskán hérna. Svolítið mikið fita í svona rifjakjöti. Og og skána tökum við í burtu. Svona megnið, ekkert endilega allt saman, en svona þurfum ekki alla þessa fitu. Og það er alveg sko geðveikt gott bragð af þessari fitu. Það er hægt að nota þetta bara í staðinn fyrir smjör til dæmis.
Ekki á brauð heldur þegar þú ert að brasa eitthvað. Eins og til dæmis að henda kartöflubáta inn í ofn eða eitthvað svoleiðis. Þá hérna rosa gott bara að þrusa smá af þessari fitu yfir. Næsta dagskrá að setja brauðmynnsluna hérna á og búa til bollur. Það þá bara svona gott að vera svona golfkúlu stærð af bollu, eitthvað svona. Og muna að rúlla bollunum vel og vandlega og reyna að hafa sem minnst svona fyll upp í svona göt af því að þar springur bollan sko. Setja ég með lóan svolítið lokaðan svona og svo á báðum og svo rúlla ég bara. Þetta ekki flókið sko. Svona við skulum bara byrja að gera 4 kúlur. Því það eiginlega nauðsynlegt að pröfa sig áfram rólega. Djúpsteka jafnóðum einu og eina bara til að hérna sjá hvort að hún springi nokkuð. Svo þetta bara eins og búið til lítinn snjókall. Þá bara komum við með eggið og setjum hérna litlu bollurnar í. Það 4 kúlur tilbúnar. Það var bara skellum við inn. Ég er með þetta núna er ég með þetta á svona 165-70 gráður. Sinnum á borð. Belgar eru óðir í sinnep sko. Þetta var nokkuð að springa. Það er að fylgja svolítið með þessu út af því að það eiga til að springa. En það verður ekkert eitthvað kabúm neitt sko. Þetta er á góðum hraða. Það má helst ekki taka mikið upp heldur út af því að þá verður sko hitabreytingin til þess að þær springi. Jæja, nú er eitthvað. Nú fór hljóðið að breytast. Sem þýðir það að ein var að byrja að springa. Það er svona við það að springa. Svona er þetta. Þetta er ekki falleg framsetning hjá mér. En með þessu er hægt að skella þessu á salat með ágætis bara svona fínni salatdressingu. Ég myndi setja svona majónesdressingu, svona majónes-based dressingu. Það var ekki. Herri, ég er rosa hrifinn af þessu. Ómer bjórinn að gera góða hluti. Þetta er svona cirka liturinn sem þarf á þetta. Svona
IKEA bara í kúlu fyrir mér sko. Mega gott. Því miður var þetta svona óhollt. En allavega, þá takk fyrir að fylgjast með. Það væri gegg ef þið myndi læka, sharea og kommenta og taka þátt í þessu hjá mér út af því að það gerir mér auðveldara fyrir að búa til fleiri þætti. Svo vonandi verð ég betri og betri í að búa til þætti fyrir ykkur. Þannig allavega bara takk fyrir og sjáum síðar.